Heil og sæl, kæri hlustendur. Í þætti dagsins ræði ég við hana Elvu Björk Ágústsdóttur sálfræðikennara í MH áhrif líkamsvirðingar á heilsu okkar. Einnig mikilvægi reglulegra hreyfingar, hvort sem það að fara út að skokka, fara í fjallgöngu eða stunda kraftlyftingar og hvað það mikilvægt að gleyma alls ekki að huga að andlegu og félagslegu hliðinni þegar kemur að heilsunni. Það líka gaman að segja frá því að við Elva vorum saman í bekk í gagnfræðaskóla. Svo hittust við ekki mörg ár en leiðir okkar lágu aftur saman fyrir nokkrum árum þegar ég hóf kennslu við menntaskólann við Hamrahlíð þar sem hún sálfræðikennari og hefur verið nokkurt skeið. Á okkar uppvöxtar árum þá var grannur líkami svolítið svona normið eða svona í tísku en það hafði verulega slæm áhrif á líkamsímynd margra ungra stúlkna sem voru eðlilegri vexti. Og þessi brotna líkamsímynd, hún var til þess að sjálfsmynd þeirra var verri og líðan og heilsa þar aflótandi. Sem betur fer eru fyrirmyndirnar í dag allt aðrar eins og Elva bendir á og það mun meiri fjölbreytileiki. En á móti hafa samfélagsmiðlar sem birta því miður alltaf bara glansmyndina, eða oftast, neikvæð áhrif á sjálfsmynd og líkamsvirðingu okkar í dag. Það að þykja vænt eigin líkama hefur jákvæð áhrif á heilsuna til frambúðar því að þá eru meiri líkur að þá hugsir vel þig, segir Elva. Elva Björk Ágústsdóttir, sálfræðikennari, vertu hjartanlega velkomin. Halló, takk fyrir að fá mig. Ég búin að hugsa lengi til þín þegar ég ákvað að byrja með þetta hlaðvarp og fá þig til mín í viðtal. En skemmtilegt, æðislegt. Þú ert svo fróð margt, finnst mér og gaman að hlusta því í þínu eigin hlaðvarpi, Poppsálinni. Einmitt, já, sem svona sálfræði hlaðvarp. Svona snertir á nokkru sem að þú mynd mögulega taka fyrir, þannig að já, það skarast eitthvað hjá okkur, sko. Einmitt. En hver Elva? Hver Elva? Sko, ég sálfræðikennari í menntaskólanum við Hamrahlíð, vinn reyndar líka í HÍ og einmitt með hlaðvarp sem heitir Poppsálin sem svona mín leið til að fá útrás fyrir útkverfuna mína sem mjög fínt og þá að tala svona sálfræðileg málefni út frá svona popmenningu oftast en annars ég bara 3 barna móðir, bý í Hafnarfirðinum og stunda kraftlyftingar sem svona frekar nýlegt sem ég elska, sem mikil svona shift í mindseti, mikil hugafarsbreyting hjá mér, fyrir kannski inn á þá eftir. En hef ógeðslega lengi verið svona berjast fyrir svona líkamsvirðingatengdum málefnum. Og það var svolítið kannski, já, það sem að ég svona fór að stað með svona heilsu tengt. Það var svona þessi baráttu fyrir líkamsvirðingu, þannig það svona kem ég. Já, annars bara, einmitt, með sálfræði í grunninn, með meistaraprófi í sálfræði og kennari eins og þú. Og já, og bara elska að kenna sálfræði, elska að kenna nemyndum okkar í menntaskólanum Hamrahlíð. Bara virkilega. Æðislegt, já, ég líka. En hvaðan spratt þessi mikli áhugi fyrir svona þessari líkamsvirðingu og að koma því svona til skila eins og þú varst að gera á sínum tíma þegar þú varst mikið að svona sýnileg með þetta. Hvaðan kom þessi mikli áhugi svona að hafa jákvæð áhrif af því að það það sem að mig langar svo að þetta hlaðvarp verði að við getum haft jákvæð áhrif á heilsu annarra. Einmitt. Og þú hefur svo flott bara flotta nálgun, finnst mér. Já, takk fyrir það og gaman að heyra þetta af því að ég held að í mörg ár hafi margir ekki átt að sjá því að líkamsvirðingarnálgun heilsusamleg nálgun. Fólk hélt svona svolítið að það að þykja vænt líkama sinn væri einhvers konar afsökun til þess að gera ekki neitt. Og það þvert á móti, sko, algjörlega. En hjá mér held ég að sko, svona þessi leið var rosalega persónuleg. Bara ég hef alltaf æft íþróttir, ég hef alltaf haft gaman að því að hreyfa mig til dæmis. Ég hef aldrei verið neitt góð í neinum íþróttum og hér ég ekki að gera lítið úr sjálfur mér. Ég hef bara aldrei
staðið upp á einhverju palli og unnið eitthvað, en alltaf eftir íþrótt, alltaf ég var í fótbolta sem krakki, ég var í 5 leikum lengi, ég var ógeðslega léleg í 5 leikum, en mér fannst ótrúlega gaman í 5 leikum, en ég var mjög léleg og var alls ekki góð í fótbolta en elskaði að spila fótbolta. Þannig að ég hef alltaf verið í hreyfingu, ég hef aldrei einhvern veginn á lífsleiðinni ekki verið að hreyfa mig en aldrei verið góð, sem að hljómar hræðilega og hræðilegt að segja þetta. Nei, bara alls ekki, ég held að flestir séu þar. En ég er rosalega góð í því að halda áfram að hreyfa mig. Já, sem er geggjað. Það er bara geggjað. Já, og innri hvatning kannski. Algjörlega, já, einmitt. En málið það, í gegnum allt þetta, þá var ég samt aldrei með líkamann sem ég vildi hafa. Og svona úlingsárin voru erfið, þú veist, mér fannst ég ekki nógu grönn og allt þetta og við var náttúrulega úlingurinn í 90s, segir okkur svolítið hver svona útlitsviðmiðin voru. Þá var svolítið viðmiðið annað, það var ekki strongest the new skinny eins og núna, sko. Akkurat, og óbáslega grannur líkamið var það sem var normið og ég var svo langt frá því og þannig að ég fann alltaf að þrátt fyrir það ég væri duglega að hreyfa mig að þá var svona líkamsímyndin mín, hvað með þóttum líkama minn, hún var svo brotin. Og ekki bara það, heldur hafði brotin líkamsímynd áhrif á bara hvernig ég túlkaði heiminn minn. Og ég lendi oft í bara vandræðum bara í samskiptum með eitthvað að því ég var svo brotin. Þú veist, ég var með svo brotna sjálfsmynd að því líkamsmyndi var svo stór partur af sjálfsmyndinni. Þannig að mér fannst ég kannski alveg flink í einhverju öðru en líkamsímyndin mín, hún í rauninni fyllti upp sjálfsmyndina mína. Og að því hún var léleg, að það var sjálfsmyndin léleg. Og svo var ég bara að klára meistarnám í sálfræðinni þegar ég fann að mér langaði að fara að rannsaka eitthvað tengt átröskunum. Ég fór alveg þangað, sko. Ég hef reyndar aldrei verið að glíma við átröskun sjálf, en ég held að þessi svona megrunar, svona hugsunarfar og svoleiðis var orðið svolítið sterkt, sko. Og ég hef samband við leiðbeinanda minn upp í háskóla og segi bara, mér langar að gera rannsóknir á einhver sem tengist átröskunum, einhvers konar forvarnir eða eitthvað. Og enginn upp í háskóla vildi snert á þessu. Það var voðalega viðkvæmt topic og hann mig var bent á að tala við Sigrúnu Danielsdóttur sálfræðing sem var þá sálfræðingur hjá barn- og unglingageðdeild og var að vinna við þetta. Og við hittumst og ég bara segi henni hvað ég er að hugsa og hún var bara, ok, vá, við þurfum að bara finna forvarnarprógram, pröfa að keyra það og sjá árangurinn af því. Og það verður meistaraverkefni mitt, þannig ég byrja þar. Og þar verðum við Sigrún Danielsdóttir vinkonur og hún var þarna farin að stað með sem hét megrunarleysi dagurinn. þar sem hún er að hvetja fólk til þess að hætta að spá í megrun og eitthvað svoleiðis og bara njóta lífsins. Hún var byrjuð að tala líkamsvirðingu. Það var bara orð sem var ekki til. Nei, mitt. Og hún er rauninni bara hannar þetta orð. Hvaða ár er þetta? Þetta er svona 2008-2009, eitthvað svoleiðis, þetta er alveg langt síðan. Og eftir þetta þá er rauninni stofnuð við saman samtökum líkamsvirðingu og voru fyrst með héldum áfram með megrunarlausa daginn sem var alltaf í maí, en fóru síðan að stað með bara okkar eigin dag sem var held ég 13. mars sem var sem sagt dagur líkamsvirðingar og gerðum ýmislegt skemmtilegt, bara vorum með auglýsingar á strætisvögnum. Já, ég man eftir þessu. Bara var að hvetja fólk til þess að koma vel fram í líkamann sinn. Við fengum íþróttafólk til þess að taka þátt í ljósmyndasýningu, til þess að sýna að íþróttafólk er með alls konar líkama. Þannig að ljósmyndasýningin sem var hugarfóstur Töru Margrétar, sem er líka mikil baráttukona, að ljósmyndasýningin hét held ég Við erum offitufaraldurinn og vorum gagnrýna BMI tölu notkunna, eða svona hvernig hún er notuð á svona einstaklingsbasis og þannig við vorum með bara sprettlaupara og kúluvarpara og crossfit meistara og alla sem voru semst bara að gera sitt og líka bara fólk sem er ekkert andli íþróttum að bara gera sitt, sinna sínum áhugamálum og svo stóð bara ég er offitufaraldurinn, þetta var fólk sem var í offitu samkvæmt BMI. Þannig að við fekkum mitt bróður minn til að vera með í þessari ljósmyndasýningu og hann var þarna að keppa og fullu í crossfit. Já, ok. Það var fáránlegt. Svo bara ég er offitufaraldurinn. Og þetta svona, bara þessi aktivismi kveikti svona smá ljós líka í minni líkamsímynd og ég fór bara að fatta að ég get verið íþróttakonan sem ég er einhvern veginn inn við beinið. Ég held að það að vera íþróttakona er partur af sjálfsmyndinu minni, þótt ég sé ekki endilega besta íþróttakona í heimi, að það er samt sjálfsmyndinu mín og það er partur af sjálfsmyndinu minni að vera að hreyfa mig og það er það sem ég sýni af mér. Þú veist, ég tek myndir af mér að
hlaupa, að lifta og ég setja á Instagram, þetta er bara partur af mér. Flott fyrirmynd. Já, ég vona það allan og þá kviknaði þetta ljós að ég get alveg verið þessi íþróttafyrirmynd, þessi íþróttatýpa með líkamann sem ég er með núna. Og fræðilega séð var ég farin að fatta það að líkaminn minn, hann er mögulega ekki byggður eins og þessar fyrirsætur in the 90s og ég þurfti bara að sætta mig við það. Líkaminn minn var ekki að fara að breytast, alveg saman hversu mikið ég hreyfði mig, þá varði ég aldrei að þessum stelpum, aldrei nokkuð tíman, þótt ég hreyfði mig alla dagavikunar, þá er ég bara vaksin með öðru sér líkama og með svona líkamsvirðinga baráttunni þá svona, já, fór ég að fatta að við getum lifa mjög heilsusamlegu lífi í alls konar líkamum. Það fannst mér það var svolítið svona eye-opening fyrir mig. Þegar margar er bara algjör common sense núna, það var það ekki árið 2000 og eitthvað sko. Nei. 2005, 6, 7, það var ekki common sense. Við erum sem betur við komin langt. Já, og ég finn rosalega mun sko þegar maður er að tala hreyfingu og maður er að tala bara heilsu við fólk. Fólk er að hugsa núna svona fleiri þætti heilsunar heldur en það gerði áður fyrr sko. Akkurat. En tekur eftir einhverjum breytingum sko á að því nú erum við að kenna báðar hérna í Menntaskólanum við Hamrahlíð á þessum aldurshópi, þú veist, þetta eru ennþá unglingar, svona næstu því fullorðið fólk. En þegar við vorum á þessum aldri og þessi nemendur núna, finnst þér viðhorf þeirra til heilsu og líkamsverðingar öðruvísi en þegar við vorum? Já, pottþétt. Í fyrsta lagi langar mig að nefna að fyrirmyndirnar eru aðrar. Við höfðum minna úrval af það var ekki fjölbreytileiki. Þannig að fyrirmyndirnar okkar, og nú er ég sérstaklega að tala út frá mér sem stelpu. Kate Moss og eitthvað svona. Já, við vorum bara með þessar fyrirmyndir, meðan sko stelpunar í dag, þær hafa fjölbreyttari fyrirmyndir. Þannig þær hafa fyrirmyndir sem eru lágvaxnar og hávaxnar, grannar, feitar, bara hvað sem er í rauninni og þú bara, þegar við vorum úlingara þá vorum við að horfa á sjónvarpsþætti svo Friends, það sem er bara hvítt fallegt fólk, grannt hvítt fallegt fólk. Það er, og maður fattaði ekki einu sinni að hvað það væri í rauninni einhæft, að því við vorum bara ekki búin að fatta að þetta gæti verið öðruvísi. Í dag náttúrulega sjá þau í fyrsta lagi alls konar fyrirmyndir. Þannig að ímyndaði bara að þú ert úlingstelpa með kannski bara tökum bara fyrir, þú veist, mígravaxtalega, að vera þybbin úlingstelpa. Í dag hefur fyrirmyndir sem er að skara fram úr á sínu sviði sem eru líka þybbnar. Það var ekki til þegar ég var úlingur, það er rosalega lítið til. Og þú sást þar ekki bíómyndunum öðru sem að vera fitubrandarinn, sko. Svona the funny svona vinkonan eða eitthvað svoleiðis. Eða bara pönslænið, þú veist, þar voru pönslænið. Og það að vera feitar var djókið. Og bara það að horfa á þætti í dag þar sem að leikonin er feit og það er ekki einu sinni nefnt. Það er æði. Af því það var alltaf söguþráðurinn. Ef þar voru feitar þá var það söguþráðurinn. Það er að reyna einhvern veginn að ná lengra í lífinu eða verða betri útgáfa sjálfum sér og allt þetta. Meðan núna er bara eru þær. En það mér finnst samt ekki verið komið nógu langt sko. Þannig ég held í fyrsta lagi eru fyrirmyndirnar öðruvísi. Þannig að stelpur sem að kannski uppfylla ekki þetta svona þessi útlitsstandarda að það er ná samt að blómstra og ná kannski, þú er að kannski klæða sig hans meira en öðru sem við þorðum að gera og svo leiðis. Á sama tíma, kemur svona hinn hliðin á peningnum, á sama tíma eru samfélagsmiðlar. Þar sem hún fær alltaf glansútgáfun af öllu. Þóttu séum alveg meðvituð að við erum að fá glansútgáfun af öllu. Að þá ert alltaf að sjá svona glansútgáf, þú ert að sjá svona eitt brot af lífi einhvers, einhver svona glansútgáf af lífi einhvers og þú ert ofta að bera þinn hversdagsleika saman við þetta eina brot. Þannig að það er líka erfitt og þetta, þú veist, að allt er Photoshop og allt þetta, að á sama tíma og ég held að staðan sé betri, þá held ég líka stundum hún sé ekki betri. Þannig að það er svona, það er erfitt að svara þessu. En mér hefur fundist almennt, ef ég bara svona skoða okkar nemendur, mér hefur fundist almennt svona fjölbreyttara útlit fá að blómstra sem er æðislegt. Ég held samt því miður að þetta er svona útlitspælingar, þetta er fyrir bylgjum, þetta er bara tískubylgjur. Ég held því miður að við sem að taka skrif tilbaka núna því að 90s tískan er að koma aftur inn, að þá erum við líka að sjá 90s útlitið koma með því. Þannig að þú veist þessa lágu buxur og magabólinir, því fylgir mikið grænra útlit og ég sé það alveg sko
á þessum fyrirmyndum sem að kannski fyrir 5, 6, 7 árum voru fyrirmyndirna sem voru svona aðeins mýkri og voru með mýkri línur, þær eru allar að grannast. Þannig ég veit ekki alveg hvert erum að fara núna, sko. En hvað myndið þú segja við einhvern sem svolítið í þessum sporum sem þú varst í, þú veist, að upplifa slæma líkamsímynd á þínum tíma? Hvað myndir þú segja við einhvern sem á þessum stað í dag? Akkurat. Bara til þess að hjálpa honum eða henni eða hann að líða betur? Sko, mér finnst þetta, það er ekkert eitthvað eitt rétt. Það sem ég tók bara eftir var að ég lét líkamsímyndina trufla líf mitt. Þannig að það að hvað ég var ósátt við eigið útlit truflaði mig í að gera hluti. Truflaði mig í bara að þóra að taka þátt í einhverju, þóra að stiga upp á svið og syngja eða þóra að taka þátt í einhverju hlaupi eða þóra að pröfa nýjar íþróttir. Því ég man þegar ég var á tímabili þegar ég var ekki lengur í fótbolta, ekki lengur í fimleikum. Ég vissi hvað tæki við og á margt sem ég langaði að pröfa. Mér langaði mjög mikið að pröfa einhver svona nútímadans. Mér datt ekki huga að skrá mig í það. Datt það ekki til hugar að skrá mig í nútímadans en ég var bara vákomin og nútímadans. Hefði aldrei þórað því. Þannig í fyrsta lagi gefum smá sálfræðin í þetta. Ef við erum að láta líkamsímyndin okkar eða bara óryggið, orðum þetta bara svona heildstæðara, stoppa okkur í að gera hlutina, þá lærum við aldrei að það að gera hlutina verður mögulega ok. Þannig ég er alltaf að stoppa mig í að pröfa að hitta þetta og brýta aldrei mótið. Þannig að ég held alltaf áfram, ég mun ekki geta gert hitt á þetta. Þetta er bara eins og með kvíða, hræddur við hunda og þú ert alltaf að stoppa því þá í að klappa hundum eða nálgast hunda og þú ert alltaf að forðast hunda. Forðunarhegðun, svona, já. Það veist aldrei að hundarnir eru alveg ok. Þannig í fyrsta lagi að aðeins að skoða hvað er líkamsímyndi mín að stoppa mig í að gera. Velja kannski eitthvað eitt af því og pröfa að gera það í þeim líkama sem þú ert í núna. Svo finnst mér líka oft gott að horfa inn á við, því við eigum það til að horfa á líkamann okkar svona utanfrá, eins og við höldum að aðri sjá í líkamann okkar. Þannig að ein svona setning sem ég spyr stundum sjálf mig er, hvernig myndi mér líða með eigin líkama ef ég væri stödd á eyðieyju og ég væri alein og það er enginn þar? Hvernig myndi mér þá líða? Væri þá mikið að spá í hvort ég sé með neðri maga? Væri þá mikið að spá í hvort ég sé með fellingu undir brjóstahaldarunum mínum? Nei, ég myndi alls ekki spá í það. Og þá fattar maður, ok, hvernig ég er að láta mér líða með líkamann minn er að því ég er að ímynda mér hvernig aðri sjá hann utanfrá. Ef ég væri stödd á eyðieyju og enginn væri þar, ég er það heppin með líkamann minn og reyna að hugsa vel um hann að og hvíla þegar það er að hvíla og styrki þegar ég vil styrkja, að ef ég væri stödd á eyðieyju, ég myndi örugglega aldrei spá í líkamannum mínum. Að það er ekki að trufla mig. Stundum eitthvað svona hans öxlin, eða það er aldrei með eitthvað, þá er ekkert að trufla mig. Og þá getur alveg að hugsa, ok, ef þú setur í þessi spór og þú hugsar, ok, það sem væri að trufla mig væri hnén mín, eða eitthvað, ég get ekki gengið af mikið, þá er kannski það markmiðið, en ekki útlitsmarkmið. Það er svo rétt. Það eru því miður, er einhvern veginn útlit, er það fyrsta sem fólk sér og hugsar, þegar það hugsar heilsu. Heilsu, akkurat. Og ég hef svolítið nefnt þetta í þegar ég verið að taka svona fyrirlestra fyrir úlinga, að hvað er heilsa og þau svona spekulera og nefna einhver orð og rosalega oft þá kannski sjáðu fyrir sér einhvern rosalega hraustan bara vaxtarækta kappa. Já, akkurat. En þá spyr ég, til þess að komast í þetta ástand sem þessi einstaklingur er í á þessari einu mynd, notabene, eins og þú tala um áðan, er hann andlega hraustur? Akkurat. Er hann að hitta fólkið sitt? Er hann félagslega sem í lagi? Eða er þetta bara búin að vera þurrar kjúklingabringur og þú veist, brunkusbrei og æfingar allan sólarhringinn og þú veist, sofa einhvern veginn og hitt ekki neitt eins og þetta segja. Þannig að maður þarf svolítið að vega og meta, þú veist, hvað er heilsa? Akkurat, hún er ekki bara þetta líkamlega. Heilsa er ekki útlit, bara punktur. Algjörlega. Og ég nefni oft dæmi það að mér eru sjaldan verið hrósað jafn mikið fyrir útlit eins og þegar ég grentist svolítið á tímabili og var svona mikið grennri en ég er í dag og fekk svo mikið af hrósum og ég var bara farin að svara fólki þegar fólk var að hrósa mér og ég var að ganga gegnum skilnað. Mér leið ömurlega og ég hef stundum talað um þetta en ég er ekkert að segja neinn leyndarmál að fólk var að hrósa mér og ég sagði bara já, takk, mér leið ömurlega. Og svo bara svona beið ég í þögninni
Þannig að fólk fatta hvað þetta væri brengla. Leið á mér fyrir að líða betur, þá fyrir aftur í þannig líkama sem ég er í núna. Sem bara segir mér að mögulega ég frá náttúruna hendi með einhvers konar víkingakonu líkama sem bara svolítið stór og það bara allt í lagi og það bara geggjað. Þú veist, mér er bara, þú veist, líklegra að ég sé með víkingakonu líkama heldur en líkama einhverja frá, þú veist, Suður-Ameríku sem eru grannrið eitthvað, ég veit það ekki, að því bara þú veist, genalega séð, þá erum við stórar og sterkar og við erum sem þjóð, við erum mikil, við erum þung, við fæðum þung og stór börn, við eyðuleggjum sprengjum þyngdaskalana þessa sænsku sem við erum að nota börnun okkar, við sprengjum þau bara strax, við erum með þung og stór börn, við erum þung og stór, en við erum líka ágætlega hraust. En við skurum líka fram úr í íþróttum. Akkurat, við erum hraust. Af því að við erum hraust. Ég held það sem við erum sterkar konurnar, eins og crossfit konurnar okkar að skara fram úr kraftliftingar, íþrótt, fótbolta og bæði kallalandslið og kvennalandslið og handboltalandslið. Og ég held að sumir geta tengt þetta að það að vera ekki óbúslega skórin eða óbúslega grannur eitthvað, það hefur stundum, það truflar okkur í að ná okkar svona potentials þá í hreyfinguna, því það stoppar, hjá mér bókstaflega stoppaði mig í að hreyfa mig betur, hversu ósátt ég var með líkaminn. Þar kemur líkamsvirðingar vinkillinn minn, þegar ég er að tala um hvað að það að þykja væntu megin líkama, eða allan svona, þú veist, reyna að hugsa fallega til eigin líkama, hversu gott það getur verið fyrir heilsuna in the long run, af því að þá ertu líklegri til þess að borða hollari mat og líklegri til þess að fara út í göngutúrinu eða út að skokka eða lyfta lóðum með eitthvað af því þú ert að hugsa vel um líkamann og hugsa vel um líkamann getur líka stundu þýtt að þú ert bara upp í sófa að horfa á Netflix og borða pop og það er bara allt í lagi, þá ertu að huga einhverjum öðrum þörfum bara og og það er svona þessi líkamsvirðingar vinkillirunni hjá mér að við komum betur fram við það sem að okkur þykir væntum. En við langar samt að nefna eitt, af því að þeir sem kannski svona þekkja hans til í svona líkamsvirðingar hreyfingu eða svona body positivity svona hreyfingu, svona movement, að fólk heldur ofta að maður þarf að fara alla leið þennan enda að byrja að elska líkamann sinn, bara ég elska hann svo fallegur og fellingarna mín á æði eða eitthvað svona, læri mín og appisinn frábær. Við þurfum ekki alltaf að fara þangað. Ég er mjög hrifin af body svona neutrality. Já, bara vera sátt í einskilni. Já, sem er bara eitthvað, þetta líka með minn, bara it is what it is, þetta bara er þarna og ég þarf ekki að fara frá því að þetta stökk að fara frá því að vera með slæma líkamsýmynd yfir í að hoppa alveg yfir í bara jákvæða líkamsýmynd. Það getur verið svolítið stórt stökk. Það má alveg vera pitstopp á leiðinni sem er bara hlutleysið. Bara þú ert með hana líkama, hann bara lítur svona út, þið þarf ekki að finnast hann fallegasti líkam í heiminum, hann bara er. Það þarf ekki að vera svona stór partur af einhvern veginn þér. Það er svo margt annað sem einkennir okkur heldur en útliti. Og svo það kannski þegar maður fer að meta meira hvað líkaminn getur í staðan fyrir hvernig hann lítur út. Algjörlega. Þá er maður komin á dálítið góðan stað. Það er rosalega góður staður að vera á. Og ég veit ekki hvort að það er eitthvað sem að eykst með aldrinu, maður fyrir að vera þakklátari fyrir hvað hann getur. Og ég fyrir það alveg, ég hef alveg lent í því að vera út að skokka og næstu tárast yfir því að ég get verið úti að skokka. Bara hversu merkja, bara ég geti þetta. Akkurat. Bara hversu æðislegt. Og hverju breyti það þótt að sé einhver smá bumba með í för. Hún bara fylgir. Hún fór bara líka út að skokka. Að geta lyft einhverjum svaka kílóum í réttstöðulyfti eins og þú og alls konar, þú veist, þetta er bara magna. Það er bara svo, ég er svo fegin því bara að hafa ekki hægt að hreyfa mig og ég vil taka það fram, bara alveg sem ég nefndi í byrjun. Ég er ekki manneskjan sem er að hreyfa mig í einhverju einn íþrótt og er að skara fram ára í einhverjum keppnum. Ég er bara að hreyfa mig alls konar. Bara stundum detti ég í gírun og mig langar að labba upp fjöll og þá bara finn ég minnsta fjallið í kringum mig og byrja þar. Og ég bara geri það. Veist, ég er aldrei best í neinu en geri þetta allt saman bara. Og það er bara allt í lagi. Og það ert ekki að vera best í 10 km hlaupinu til þess að taka þátt, sko. Nei, algjörlega ekki, sko. Og það get ekki allir verið bestir, þú veist, og þeir sem eru ekki bestir eru samt kannski alveg góðir. Það er bara þannig. En hvað, sko, að því nú spyr ég alla, hvað er heilsa fyrir þér? Þetta er stór spurning og ég veit að þetta er ekki auðvitað að svara, en hvað er svona það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir hvað er heilsa? Sko, ég fékk þessa spurning einhvern tímann
og ég svaraði henni sem ég sá síðan eftir að hafa svarað. Og ég þarf eiginlega að nefna það fyrst. Ég svaraði einhvern tíma svaraði þessu þannig að heilsa væri semst að vera laus við eitthvað. Laus við heilsukvillana, laus við sjúkdómana, laus við eitthvað hitt og þetta. Og ég er ekki sammála því í dag. Nei, það má skipta skoðun. Já. Það er þroskamerki. Ég skipta skoðun. Af því þú getur alveg verið með ýmsa kvilla eða verið með einhvern sjúkdóm eða einhverju föllun eitthvað svolítið og verið samt með góða heilsu. Það er skilgreining alþjóða Já, heilbrigðissambandsins. ég komst að hana sjálfstofum. Já, vel gert. En fyrir mér er heilsa sko, hún er fyrir mér, kannski bara því ég sé heiminn út frá sálfræðinni, af því það er það sem ég er mentuð í, maður sér heiminn svolítið út frá því, að þá er heilsa fyrir mér andleg fyrst og fremst, af því ef að andlegi parturinn er ekki, þá kemur ekki líkamlegi parturinn einhvern veginn. Þannig þú þarft að huga andlegu hliðinni og aftur kem ég að því, það þýðir ekki að þú meir ekki verið með andlega kvilla. Nei, Þú getur alveg verið að glíma við kvíða eða eitthvað svolítið svo samt lifa því lífi að mestu leyti sem þú vilt einhvern veginn. Þannig að huga að andlegu heilsunni og hugsa líkamann og sem er ekki bara að hreyfa sig, hugsa líkamann er líka bara að fara í nuddið eða liggja í góðu baði og leyfa vöðvunum aðeins að slaka eða sitja upp í sófa með fætur upp í lofta því að þú ert þreytt í fótunum skilur, þetta getur verið að hugsa líkamann líka og svo er þessi félagslegi partur af því nú hef ég alveg verið í kringum fólk sem að kannski var á fullu að sinni heilsuna gæsalappa eins og akkurat eins og þú veist að nefna áðan voru rosa duglega að borða sitt prótein og æfa en gat ekki komið með saumaklúbnum með út að borða. Akkurat, ég er svo sammála þessu. Þannig að þú veist, það er ekki heilsa fyrir mér, þannig að þetta er svona andlegt, líkamlegt, félagslegt, allt þetta saman og númer 1, 2, 3 er að þetta allt þarf ekki að vera 100%. Þú getur lifa við góða heilsu á þess að vera fullkomin sko. Og það er það besta, ég held að jafnvægið er það skiptið máli og ef eitthvað eitt á þess að vera fullkomið þá mun það hafa áhrif á eitthvað annað þannig ef að líkamlega heilsaðin á að vera 100% og þú ætlar að gera 100% allt rétt þá ert að missa af saumaklúbnum eða þá bitnar það einhver annar stað Algjörlega, það er gott að heyra að við erum á sömu bylgjulengd. Já, ég held að sé það náttúrulega. En er eitthvað sem þú vilt segja svona lokum og bara ótrúlega gaman að spjalla við þig? Og Já, ég bara, eitthvað lokum. Ég er bara ótrúlega ánað með þetta hlaðvarp þitt, Erla. Líst vel á þetta og hlakka til að heyra þættina þína og ég held að við komum úr ólíkri átt. Þú ert svona, meiri íþróttaálfur en ég. Og við erum búin að þekkjast mjög lengi. Alveg síðan í 8. bekk? Já, svo komst við reyndar seinna að því að við erum búin að þekkjast síðan hún 3 ára, en við bara munum ekkert eftir því. En jú, síðan í 8. bekk og þú varst alltaf íþróttadrottningin í mínu lífi, sko. 5-leika stjarnan allt þetta. Og ég man að ég leit rosalega upp til þín að því ég vildi svo mikið vera íþróttadrottningin. Og það var svona partur af mér og mér langaði svo að vera svona hraust eins og þú. Og svona, já, vera með líkamann sem getur þetta allt saman. Og man bara hvað ég leit rosalega upp til þín og geri ennþá guðdaljóma ræðilega en kannski punkturinn minn er sá að og ég veit ekki sem hvort ég næ að koma hugsuninni frá mér þessi punktur sko við getum öll verið íþróttálfurinn en við þurfum ekki öll að vera Magnús Skeving, þú veist, við þurfum ekki öll að vera á toppnum, þurfum ekki öll að vera Erla, þú veist, þannig að ég er bara íþróttálfur eins mikið og minn líka mig getur, skilur, og mitt umhverfi leyfi mér í rauninni og ég þekki fólk sem að er þú veist, þarf að nota hjólastól og það er íþróttálfar í því sem þau geta, skilji og þannig að kannski svona minn helsti punktur er bara að finna einhverja hreyfingu sem að þú nýtur að stunda og fara af stað bara með þann líkama sem þú ert með núna, ekki bíða eftir að verða grannri, ekki bíða eftir að sixpackið er komið eða eitthvað og njóta þess, bara njóta vegferðarinnar, þú veist, nú er ég alveg langt fyrir því að vera
kraftlyftingameistarinn sem að mér langar að vera, en ég er að njóta þess að mæta og æfa og ég er að njóta þess að horfa á kraftlyftingastelpuna sem er að æfa með mér, elska að fylgjast með þeim og læra af þeim og ferlið er svo skemmtilegt. Það þarf ekki lengur að vera eitthvað svona enda takmark, auðvitað er gaman að hafa þessi litlu markmið, en það er ekkert eitthvað eitt stopp, það er ekkert eitthvað mark endilega. Nei. Bara vegferðin getur verið bara ógeðslega skemmtileg. Það er að mikilvægast. Akkurat. Mér finnst þetta æðislegt að heyra. Ég afrikaði það að hlaupa Laugaveginn um helgina. Ég ætlaði ekki að tala mikið um mig í þessu hlaðvarpi. En samt, drottning, skilur við, Nei, mistari. alls ekki. En það sem ég ætlaði að segja er bara að ég ákvað að njóta vegferðarinnar. Já, einmitt. Og hugsa hvert hlaup, hverja æfingu sem eitthvað skemmtilegt ævintýri, sem eitthvað gaman, af því ég veit að þeir sem að stefna á einhverju svona stóru markmiði, þeir oft lendi í svona smá spennufalli þegar það búið. Einmitt, ég get ímyndað með það. Og ég vildi hvorki bara að líf mitt myndi bara snúast um æfingar fyrir þetta hlaup eða þá að lendi þessu eftir. Þannig ég tók bara svolítið þann póli hæðina að svona algjörlega njóta ferðarinnar og þess vegna hefði ég alveg geta verið miklu, miklu betur undir búin. En ég var bara ógeðslega stolt af mér að klára þetta með heilan líkama og með bros á vör. Og þó ég hef verið helmingi lengur en Andrea Kolbeins, það skiptir engu máli. Það skiptir engu máli. Hún var 4 klukkutímum á undan mér. Hún hefði getað hlaupið tilbaka að líka. En það var kannski ekki eins gaman í henni. Jú, alveg potið. Okay. en þetta er samt svo góða punktur að því að sko, við þurfum líka stundum að hlusta á líkamann. Ég var ég fór út á skokkundaginn og var búin að ákveða bara hlaupa lengi og rólega. Og ég bara hljóp bara þar til ég nefndi ekki lengur. Ég var bara eitthvað, ég ætla að hlaupa rólega, ekkert að spá í að halda peysinu undir 6 eða eitthvað, þú veist, þess að maður var alltaf eitthvað að spá í. Og ég finn, nú er ég 43 ára, að ég finn að markmiðin sem ég hafði áður, sem voru alltaf að ná að hlaupa 10 undir klukkutíma og allt þetta, að líkaminn minn ræður mögulega ekki lengur við þetta og ef ég reyni þetta þá er ég dauð daginn eftir, kemst ekki út í göngutúra eitthvað daginn eftir, þannig að bara það að breyta markmiðunum sínum og gera það sem líkaminn getur á þessum tímapunkti, þá nýtur miklu betur og þú ert í miklu betri endurheimt á eftir. Þannig að ég fór út að skokka daginn bara til þess að njóta að skokka og ég bara hljóp og ég man þegar ég leit síðan á úrið mitt og sá að peysið mitt var 7:30 og ég þurfti að ná svona, ég þurfti bara svona aðri máttarvöld til þess að ná sáttu það er bara fínt og ég man ég var bara ég var að posta þessu á Instagram þá sér fólk hversu hægt ég var að hlaupa ég var bara nei en svo þú veist fattaði ég En Arnar Péturs segir að maður eigi að hlaupa hægt. Já, ég er bara að æfa mig því. Það er mjög hægt. Já, svo erfitt með það að því maður er með einhver svona gömul markmið í huga. En punktur minn er einmitt að fyrsta lagi er allt í lagi þótt að markmiðin okkar breytast, bara með breyttu umhverju kringum okkur, breyttum kröfum í lífinu, breyttum líkama, var allt í lagi að markmiðin okkar breytast og að njóta í stað þess að þjóta. Algjörlega. Er þetta ekki bara geggi loka orð? Og bara í lífinu almennt. Munum að njóta en ekki þjóta. Ekki þjóta. Ekki bara vera að stefna okkur endapunkt. Nei, einmitt. Njóta heilsu ferðalagsins. Einmitt. Takk æðislega fyrir að koma, Elva. Takk sem leiðis og bara gaman að fá að vera með í þessu hlaðvarpi.